Já, Viðar, Einar Árni og þú voru að skrifa saman undir það að vera að þjálfa lið sem að þú hefur verið með einn núna síðustu 10 árin ef ég man rétt. Hvað kemur til? Okkur og hvernig náðu við í Einar Árna austur? Já, ég meina hvað kemur til? Ég meina við bara klúbburinn horfir í það. Ég meina stóra markmiðið er að búa til stabílt úrvalsdeildarlið í Görfu og efla, barna- og unglingastarf á Egilsstöðum, Múlaþingi og öllu Austurlandi, sko. Og við höfum tekið skref hægt og rólega, að okkur finnst, í rétta ár á þessum 10 árum og færumst nær. Akkúrat núna, ég meina, hvað er næsta, það er það sem var svona velt upp og við bara teljum þetta að vera rökaskref, ég meina, að það er ekki það, að ég stíði til hliðar eða eitthvað þannig. Að við ætlum að bæta í og bara setja meiri kraft bæði í þjálfun á meistaraflokki og bara í öllu starfinu hjá okkur til þess að ná að halda áfram að sækja eðlilega bara í átt að okkar markmiði. Er þetta þung sala að plata Einar? Já, ég tók náttúrulega þátt í henni með að við náttúrulega erum góðir félagar og tölumst mikið á og kannski meira heldur en að góða hóðu gegnur oft, en já, ég meina, þetta er stórt stökk fyrir mann sem hefur hvergi búið nema í Njarðvíkunum að fara með stóra fjölskyldu Austurland og það er bara virðingarvert og kannski líka hrós og starfið á hetti að það sé einhver möguleiki, sko. Ef við spólum 6, 7, 8 ára aftur í tímann, þá bara hefði verið hlegið ef að símtalið hefði komið, sko. Þannig að frábært fyrir Einar og frábært fyrir mig til að halda áfram að þróa mig sem þjálfara að vinna með einhverjum en verði ekki alltaf að tala við sjálfan mig og eitthvað þessi það er, þannig að ég bara hlakka mikið til samstarfsins. Þannig að Einar er að koma úr, ég meina, hefur verið í marga áratugi í Njarðvík, bæði grunnskólanum og inn í yngri flokkum hjá félaginu þar. Ekki mikil viska og svona reynsla sem þið náðuð inn í yngri flokkakerfi hjá ykkur? Já, alveg klárlega, það er það sem við erum að horfa í, að fá ferska vinda og svona, já, bara mann sem hefur þessa reynslu, hefur unnið í já, ég meina, stærri félögum og svona í þessu umhverju og til þess að svona taka við yfirþjálfun yngri flokka, sem ég hef verið með, að hann tekur við því og heldur áfram að þróa þetta og leiða þetta á enn betri veg og svo verðum við saman með meistaraflokkinn og bara eins og sagði, ég hlakka mikið til þess samstarfs. Höttur fór niður núna úr dómaradeildinni aftur niður í fyrstu deildina. Þetta var nú gest í nokkur ár. Þetta er samt svona, Höttur er nú samt alveg svona frekar sterkt lið. Ég meina, það hefur sýnt það hefur alltaf komið upp aftur og það er ákveðin vilji fyrir því að vera með liðið. Bara eins og ég sagði, það er bara þessi klúbburinn stefnir á að búa til stabílt úrvalsdeildarlið og ég meina þó við höfum farið niður núna sem að algjörlega þurfa að fara reynd út. Nei, þá stefnum við á þetta, og það er kannski ástæðan, mér finnst þó við höfum fallið að við höfum verið að þróast nær því að komast þangað sem við viljum. Við erum bara í fjallgöngunni og ég meina, við nálgumst það er þangað sem við viljum fara og sem er þá verið kringum toppinn eða færast nær honum, þannig að já, ég held að það sé bara þess vegna horfum við þetta, þetta er stórt sæn fyrir okkur og fyrir klúbbinn og bara frábært fyrir samfélagið, fyrir sveitafélagið og bæinn að fá stóra barnafjölskyldu til þess að flytja austur. Það er bara hægt að horfa á plúsana á mörgum áttum, sko. Kannski svona alveg í lokin spurningi sem brennur á mörgum. Ætlar þú að hjálpa Einari að pakka í kassa og flytja? Einari? Já. Ef hann óskar eftir þess, hann segist að vera, ef við tökum örugglega golf upp á það bara. Ef ég vinn hann, þá sit ég bara að horfa á. Ég kannski kem og stjórna þessu, ég hef mikla reynslu í því. En sjáum til, ég veit ekki hvað það sé.